Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru mótmælendur nokkuð frægir, myndi ég segja, og lögmaður þeirra, Daniel Þór Bjarnason, Pétur Eggerts og Oddur Ástrós, verið velkomnir. Takk fyrir. Herðu, þið hafið staðið í stóru, svona í síðustu viku, það var aðalmeðferð í frægum mótmælum, Skuggasundi, og hérna, já, bara svona einfaldlega, bara hver eru eftirkostir, hvernig líður manni eftir svona, já, svona upphaf af málaferlum? Ákveðið spennufall myndi ég svona segja. Það var langur dagur á föstudaginn, en enga síður mjög áhugavert og hérna maður hefur svo sem ekki staðið í þessu áður, þannig að maður hefur ekki reynslu til að, þú veist, svona bera þetta saman við, en mér finnst ég bara líka fullur af krafti og orku og hérna, já, það er svona mitt take allavega, já. Hefur fundið fyrir meðbyr? Já, mér finnst það, algjörlega. Náttúrulega margt í upptökum sem voru spilaðar fyrir dómi á föstudaginn síðastliðinn og hérna sem að kannski opinbera svolítið orðaræðu sem virðist vera ríkjandi innan þessar stéttar og þar er verið að svona afmennska fólk svolítið og aftengja sig mögulega við þá gjörningar sem að menn er að standa í. Tóttu við svona eins og þeirra, já, það er talað mótmælendur sem dýrið og já, meðal annars og það sé gaman að sprauta já, meðal annars og maður finnur að fólk er svona svolítið hissa og trúir kannski ekki eiginlega sínum eigin eyrum að þetta sé orð sem að vera að láta falla. Þannig að umræðan, þú veist, bara frá mínum bætir þá finnst mér umræðan þú veist, jákvæð og að það sé verið að ræða þessi mál. Þar sem ég tel að oft á tíðum þá eru þeir hópar sem verða kannski verst undir í samskiptum við lögregluna, hópar sem að kannski hafa ekki sterka rödd. Og því tel ég að öll umræða í kringum þetta mál sama í hvaða áttum fer, þú veist, hún er jákvæð að þetta sé samtal sem sé í gangi. Það er svona mitt take svolítið. En þú, Pétur, þú tókst nú svolítið mikið af myndböndum eða svona safnaði saman og hafði birt á þínu samskiptamiðlum. Var eitthvað í gögnunum frá lögreglu sem að svona, já, kom þér óvart eða var þetta finnst þér þetta að hafa svona bara rennt stoðum undir það sem þú varst að reyna að sýna á þínum miðlum? Já, ég myndi segja það var nú lítið sem kom á óvart en margt til staðfestingar þar sem að okkur grunaði. Það er svona kannski það sem að stendur upp úr í mínu minni og mér finnst alveg mega að fá meiri athygli í fjölmiðlum er bílastæðið sem að var alveg autt mótmælanda sem er hvorki fyrir ofan eða neðan Skuggasund þar sem mótmælandi voru heldur fyrir aftan Skuggasund að þar var lögregla með viðbúnað og með aðstöðu til þess að ferja ráðherra án þess að keyra í gegnum þvöguna alla og við vorum ekki með beint myndefni, við áttum einhverjar stuttar myndklippur sem að sýndu okkur þarna fyrir aftan og svona gáðu okkur þann grun að það hefði ekki verið viðstaddir mótmælendur þar og það hefði verið fullkomlega aðgengilegt fyrir lögreglu að ferja ráðherra þar út en við fengum náttúrulega úr gögnum lögreglu fengum við öryggismyndavéla efni sem að sýnir alla þessa 2,5 tíma þar sem að mótmælinn stóð yfir og þar er bara deginum ljósara að ráðherrabílarnir keyra allir inn á bílastæðið fyrir aftan þar sem það eru engin mótmælendur. Það virðist sem svo að þeir hafi nú bara ætlað sér að sækja ráðherrana þarna fyrir aftan til að byrja með og þeir hafi mögulega fengið þá önnur tilmæli að snúa við á þarna seinustu sekundu en það var svona dálítið gott að fá það fyllilega staðfest að það var raunin og það er engin efi það þannig að svona ásetningu lögreglu er kannski eitthvað sem maður má leyfa sér að efast aðeins meira á þessum tímapunkti. Já, þú heldur að þeir hafi bara verið að kynda undir einhvers konar óöld með þessu? Ég held það, já. Mér sýnist það bara á öllu að þetta sé tilbúin uppþótt. Það er sett upp í aðstæður sem eru erfiðar
án þess að það þurfi. Ég veit ekki hvað það annað heldur, til hvers annars það gert heldur en að kynda upp í hlutum og við erum nú bara með á hljóðskrá að varðstjóri segir að ég man ekki hvernig orðar hann þetta orðrétt, það hafði nú þurft bara að kenna okkur smá leksju, okkur mótmælendum og það verðist vera heilt yfir svona orkan sem að þessi aðgerðarsveit lögreglu var að starfa undir. Það var nokkuð erfitt fyrir ykkur að ná fram þessum gögnum, öryggis- og búkmyndavéla gögnum frá lögreglu. Veistu eitthvað, ég meina hvers vegna var það eitthvað flókið? Já, sko, lögregla hefur að okkur sýnist almennt það verklag að reyna að halda þessu myndefni hjá sér og passa vel upp á að það fari ekki í neina dreifingu og ég tel að það sé nú svona megin ástæðan fyrir því að okkur reyndist töluvert erfitt að fá þessu gögn fram í málinu. Þetta fór þannig, sko, áður en við höfðum málið þá hafði ég sendt bréf til lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og óskað eftir afriti af þessum gögnum, þessum myndböndum úr búkmyndavélum lögreglu og fengið synjun og svo þegar við stemdum málinu inn þá skoruðum við á Íslenska ríkið að leggja þessu gögn fram. Ríkið ætlaði upphaflega ekki að gera það en það var í raun fyrir áeggjan og eiginlega að kröfu dómara málsins að ríkið lét loks til leiðast og lagði þessu gögn fram. Og þá held ég að sé ágætt að velta því aðeins fyrir sér hver þá yfir höfuð tilgangurinn með því að lögregla beri búkmyndavélar. Þetta eru öryggismyndavélar og úr þeim streymt myndefni beint upp í einhvern endabúnað í lögreglustöðinni á Hverfisgötu og það á að taka upp í hvert sinn sem að lögregla til dæmis beitir valdi og geyma slík gögn og ég held að það blasir við að tilgangurinn sé annars vegar að tryggja öryggi lögreglumanna sem eru að sinna sínum skyldustörfum og það eru þetta mjög mikilvægt en ekki síður að það eru þessu gögn þá til þess fallin að það sé hægt að prófa það eftir á eins og við erum að gera í þessu dómsmáli hvort að valdbeiting lögreglu hafi verið réttmætt eða lögmætt og það þess vegna afskaplega mikilvægt líka fyrir borgar þessa lands og þau sem að verða fyrir slíkri valdbeitingu að það sé hægt að kalla fram svona gögn í dómsmálum hvort sem það eru einkamál eins og við fórum í eða sakamál eða hvað þeim ástæðum sem að fólk hefur augljósa hagsmuni að því að fá þessi gögn og ég verð að segja fyrir mitt leyti að gögnin í sjálfu sér sko þetta myndefni leiddi í sjálfu sér ekki kannski margt í ljós atvikin sem við ekki vissum fyrir enda höfðu þau verið mynduð mjög rækilega af fólki sem var þarna á vettvangi af mótmælendum sjálfum en það sem var kannski einna helst afhjúpandi að mínu áliti og þá tala ég nú kannski meira bara sem borgari í þessu landi en sem lögmaður þessi orðræða og það hvernig lögreglumenn tjá sig bæði fyrir og meðan á þessum látumöllum stendur og líka eftir þessa valdbeitingu sína og þennan einkarétt sinn til þess að beita borgarlandsins valdi og ofbeldi og þar fara þeir svona þeir gera grín og finnst þetta svona í lagi að svona eiginlega bara gantast. Þetta svolítið svona eins og þú segir svona afmennskun. Já, sko bæði það svona ákveðin svona léttúð og eins og þetta sé nú bara allt hálfgert djók en svo líka hitt sem þá enn alvarlegra að það þessi afmennskun og að kalla ótilgreindan mótmælanda helvítis dýrið eða önnur slík ummæli sem við heyrðum í þessu búkmyndaðalefni og ég hef nú verið spurður af því hvort að þetta hafi einhverja þýðingu þá fyrir dómsmálið að þeir hafa tjáð sig með þessum hætti og það verður auðvitað komið í ljós hvernig dómari málsins lítur á það en svona frá mínum bætinum sé þá hlýtur það að vera einhvers konar heildarmat á aðstæðum öllum sem að leiði síðan í ljós huglæga afstöðu lögreglumannanna til þess sem þeir voru þarna að gera og þá til þess líka hvort að það hefði raunverulega staðið einhver nauðsyn til þess að beita svo miklu valdi sem þeir gerðu og eins og Pétur nefndi hérna þessu ummæli að kenna leksíu finnast mér svona benda til þess að þörfin hafi ekki verið jafn mikil og þeir vilja vera að láta. Nei.
Ég satt og líti á vitnisburð lögreglumannanna á föstudaginn og það var svona gegnumgangandi í því sem þeir sögðu. Þeir lýstu allir þessari stemningu. Þeir sögðu þetta voru nú ekkert eitthvað reisa stór mótmæli, voru nú flesti sammála það. Það hefði nú samt verið þannig eitthvað fjöldi fólk, en það hefði bara verið eitthvað svona stemning í loftinu, eitthvað sem að mér þótti mjög áhugavert að heyra það að segja vegna þess að nú hef ég mætt á mörg mótmæli og þetta alltaf ákveðin stemning á mótmælum þegar fólk að mótmæla einhverju, en ég velti fyrir mér sko, ég meina getur ekki verið að stemningin hafi verið þeirra megin? Mér fannst ég vera var við að bara leið og ég mætti einhvern veginn hafandi mætt á mörg mótmæli fyrir þessi, það var öðruvísi stemming í lögreglumönnunum. Þeir voru fljótir upp að mér fannst. Ég átti stutt samskipti við einn lögregluþjón sem að bara vitni á föstudaginn, þar sem að það var bara skætingur og pirringur bara strax einhvern veginn í samskiptum. Þannig að og ég velti því líka bara fyrir mér, ef að þetta kultúrinn, ef þetta orðræðan innan lögreglustéttarinnar, þá alveg hægt að færa bara sterk rök fyrir því að það muni á endanum hafa þau áhrif að gengið fram yfir það meðalhóf sem þeim sett ef þetta eru hugmyndirnar sem þú hefur borgara þessa lands. Það smitast yfir í ákvörðunartökur, það gerir það. En það svona, maður velti fyrir sér hvort þeir tala með sama hætti alla mótmælendur, til dæmis bara sjómenn eða hjúkrunarfræðinga eða kennara eða hvort þetta sé einhvern veginn svona bundið við þennan hóp. Nú þessi tiltekni hópur búinn að vera mjög duglegur að mótmæla yfirstandandi þjóðarmorði í Palestínu og hefur hitt lögreglu á þeim mótmælum nokkuð oft. Haldið þetta sé kannski, þetta sé persónlegt bara gegn þessum hópi? Klárlega. Mér finnst það bara mjög skýrt. Ég held að þurfi ekki að fara annað heldur en bara að skoða yfir fréttamiðla, samfélagsmiðla undanfarna mánuði þegar aðra stéttir hafa verið að mótmæla. Eins og til dæmis smábátasjómenn, ef það að taka það meðal annars, þá nánast engin lögregla viðstödd og ekkert varúðar ástand í gangi, venjulega ekki sett upp grindverk, niður á Austurvelli eða hvar sem mótmælin fara fram og viðmótið virðist vera allt öðruvísi. Sem dæmi, þessi mótmæli sem ég var að nefna á þessar smábátasjómenn, þar voru einstaklingar með blys og það þótti bara fallegt og flott og einhverjum vikum setna var svipað upp á teiningnum í mótmælum fyrir frjálsi Palestínu og það varð veður úr því allavega sá ég á samfélagsmiðlum. Þannig að þetta svona, já, mér finnst það bara nokkuð skýrt að viðmótið annað. Af hverju? Það veit ég hins vegar ekki, ég get ekki svara fyrir. Nei, ég held að blasi við að það sé annað og ég held að við þurfum líka bara að horfa í augun á því að við hér á Íslandi erum bara í einhvers konar alþjóðlegu samhengi og við horfum á það í löndunum í kringum okkur. Núna síðast var það ekki bara í Danmörku í dag voru mótmæli við Maersk skipaflutningafyrirtækið, Greta Thunberg og félagar með svona friðsama borgarlega óhlýðni og gjörninga og löggan var mætt með kylfur og var bara byrjuð að berja fólk svolítið mikið og við höfum séð þetta líka í Þýskalandi mjög mikið og í Belgíu og fleiri og auðvitað í Bandaríkjunum og Kanada og þetta eru það sem við köllum eða erum alin upp við að kalla vestræn lýðræðisríki og þar sem að það orðið eitthvað norm að beita töluvert miklu valdi gagnvart mótmælendum sem að berjast fyrir málstað Palestínu og ég held að það blasi við að þar verið að beita miklu mun meira valdi en gagnvart öðrum borgurum sem að berjast fyrir einhverjum öðrum málstað og það alvarlegt að því að mér finnst það til marks að það einhver svona
svona institutionalized, einhver svona stofnana gróin rasismi sem að í valdastofnunum þessara samfélaga. Lögreglan sé eitthvað skona pólitík í sínum störfum. Það mætti kannski orða það þannig. Og það eru þetta, það er svo nefnilega svo mikilvægt að muna það að mannréttindi eru fyrir alla. Og þau fara ekki í manngreinarálit og þau eru litblind líka. Og þar hafa allir þennan stjórnarskrárvarða rétt til þess að berjast fyrir hverjum þeim lögmætum málstað sem að fólk kann að hafa og að berjast fyrir því eins og mótmælendur gerðu við umhverfisráðuneytið í maílok á síðasta ári að íslensk stjórnvöld þyrfti að gera meira til að styðja við Palestínu og mótmæla með sínum aðferðum eða þeim tiltæku leiðum sem eru þjóðamorðinu sem hefur verið í gangi á Gaza. Það er bara lögmætt í lýðræðislegu samfélagi að koma slíkum skilabóðum á framfæri. Og valdastofnanirnar verða að þola það að fá slíka gagnrýni. Það er ekkert allir sammála og það er engin kraf það að sé allir sammála. En þessar raddir eiga rétt á að fá að heyrast og þá má vera með vesen og það má trufla og má vera hávær og segja jafnvel eitthvað sem einhverjum finnst óþægilegt. Það sem má ekki að beita ofbeldi eða skemmdarverkum eða eitthvað slíkt. En það var ekkert slíkt á ferðinni. Og það var heldur ekkert slíkt á ferðinni við Mersk eftir því sem ég sé á samfélagsmiðlum í þessum mótmælum sem voru þarna í Danmörku í morgun. Og að valdastofnanirnar fari þá upp á afturlappirnar og dragi fram úðabrúsa og kylfur er alvarleg staða. Það er alvarleg staða fyrir þetta meinta vestræna lýðræði. Þeir segja, það eru einhverjum sem myndi segja, já en þetta voru ekki fyrir þessum mótmæli. Þetta er svo mikill skríll. Ég hef lesið þau orð margoft á samskiptamiðlum. Sjáðu bara þessa menn. Og hérna, já og ég meina, og þetta er svona, og þetta er skríll sem að hérna gengur fram með hörku og offorsi og frekju og ofbeldi myndi kannski einhver halda fram. Ofbeldi myndi þá felast í því að leggjast á götur og stöðva umferð eða eitthvað svoleiðis. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara það sama og við heyrðum þáverandi dómsmálaráðherra að standa fyrir fram að myndavél og láta út úr sér í kjölfar árásarinnar þarna í fyrra. Að þarna er hundurinn grafinn, þetta er mál sem að varðar okkur öll að þessu leyti að við horfum, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn boðaði til setumótmæla inn í fundarherbyggi af ósætti við það að fá ekki að halda fundarherbygginu sínu. Þetta er mögulega að við ætlum að tala um stiga lögreglu í valdbeitingu, þá eigum við líka að horfa á stiga okkar til mótmæla og það að trufla umferð eða stunda setumótmæli er bara algjör grundvallar aðgerð sem við eigum að geta haft rétt á. Vissulega er það borgaraleg óhlýðni og ef að þú ferð ekki að tilmælum lögreglu, eðlilegt að þú geti fengið á því sekt eða mögulega handtöku, en það að lögregla veitist að þér með kylfum og piparúða fyrir það eitt að trufla umferð í eitthvað sem mætti þess vegna kalla óþægilega gjörningslist. Þetta vegur verulega að öryggi okkar allra og tjáningarfrelsi innan samfélagsins og það er í rauninni svo staða sem ég myndi segja er uppi núna að ríkið það hefur bara tvennt að velja og þá er það í höndum dómara núna að annarkvort þá ætlum við að réttlæta það að þægindi og aðgengi ráðamanna að þá ólaskaðri tímatöflu sinni sé það mikilvæg að það réttlæti slíka valdbeitingu gegn almennum borgurum. Því að það er ekki hægt að segja að þetta hafi varðað öryggi ráðamanna því enginn var að veitast að ráðamönnum, enginn var að veitast að lögreglu, það var ekkert ofbeldi og þessi skrípaleikur með tungumálið, ég meina að segja að þetta séu ófriðsum mótmæli, ég meina borgaraleg óhlýðni er skilgreind, það er skilgreint að borgaraleg óhlýðni felur í sér að fara ekki eftir fyrirmælum og óhlýðnast yfirvaldinu án þess að veitast það eða beita ofbeldi og það er talin sem friðsamur gjörningur sem að þetta vissulega var og ef við ætlum núna að fara að sætta okkur við það að ráðamenn og aðrir fari að kalla þetta ófriðsamt að þá erum við komin á verulega hættulegan stað þar sem að það er hægt að vega að þér með ofbeldi fyrir það eitt að vera í andstöðu við ríkjandi völd. Já og það er mitt, ef maður bæta við
ein stór ástæði fyrir því að við lögðum að staði í þessa vegferð að stefna ríkinu svo að þú veist, þessi lína ofbeldis sem að lögreglan búin að marka í sandinn, að hún færist ekki bara lengra og lengra. Þú veist, það þarf að setja spurningamerki við þetta og halda þeim ábyrgum bara á lögreglunni í heild sinni, halda þeim ábyrgum í sínum störfum að við sem samfélag setjum bara ákveðnar skýrar kröfur á þessa stétt, að þau sinni störfum eftir kostkeppni og velji sér ekki að handahófi hverju þeir allar ráðast á og hverju ekki. Svo langar mér líka eitt sem kemur upp bara mjög sterkt upp í hausinn á mér þegar Pétur að ræða allt þetta. Það bara rosalega skýrt, bæði í upptökum sem að mótmælendur tóku á vettvangi og í búkmyndavélum lögreglu, að þessi tiltekni ráðherrabíll, hann farinn í gegnum svokallar hlið sem lögreglan búin að setja upp niður Skuggasundi. Hann komin í gegn, svo byrjað að beita piparúða. Það líða í rauninni hann að líða klukkustund eða eitthvað. Nei, við erum að tala þegar bara nokkur sekundum áður en að piparúðanum beitt. Já. Það bara mjög skýrt í öllum þeim klippum sem ég sé, að bíllinn hann fer í gegn. Þú veist að þessi hindrun, hún gekk bara frekar illa hjá þeim sem lögðust niður. Bíllinn fer í gegn og svo byrja lögregla að beita piparúða. Og er þetta ráðherrabíllinn sem að keyrir á og... Nei, það er fyrr. En bara, við erum að tala um bara, þú veist, þannig að hver þörfin þegar málflutningur, og þetta bara algjörlega mín skoðun, málflutningur lögreglumannana sá að þeir hafa þurft að koma ráðherrum frá A til B. Þegar að ráðherrabíll komin framhjá mótmælendum, hver þá þörfin að beita óbyldinu sem þeir gera svo eftir á? Þú veist, En hefur ykkur ráðherra sett sig í samband við ykkur, bara nú eru þetta ekki ráðherrar lengur, og þannig að það væri svona kannski eðlilegt, það myndi segja svona hæ, heyrðu, ég keyrði nú hérna framhjá og sá að þetta var nú kannski ekki alveg sanngjarnt. Hefur ykkur svona hnift í ykkur? Nei, ekkert svoleiðis. Ótur. Ég nú í reglulegum samskiptum við einn ráðherra í þessari ríkisstjórn, við ræðum nú flest annað en þetta. Já, það ekkert þannig að þið hefur ekkert fengið að heyra. Nei, enginn haft samband á neinum tímapunkti og býst svo sem ekki við því. Nei, enda það þannig, sko, bara svo því sér til að hafa haldið að ráðherrarnir í ríkisstjórninni, þeir sitja bara þarna inn á fundi á meðan þetta að gerast og það lögregla, bæði sem sagt lögreglumenn hjá lögreglunum á höfuðborgarsvæðinu sem eru að stýra aðgerðum þarna úti á götu og svo lögreglumenn hjá embætti ríkislögreglustjóra sem að bera ábyrgð á öryggi fundarins og öryggi ráðherrana sem að taka allar þessar ákvarðanir og það sem við erum að láta reyna á í þessu máli hvort það hafi verið lögmætar og ég held að ráðherrar í ríkisstjórn hafi ekki haft, ég held að þeir hafi frétt af því að þarna hafi verið beitt piparúða bara eins og við hinn, sko, sem að vorum ekki þarna á staðnum, bara í fréttum. Nema kannski sá þessi eini ráðherra sem ég veit ekki hver var, sem að var í bílnum sem kom þarna fyrst á vettvang. Sem keyrði á lögreglum? Nei, sko, bara við höldum þessu til haga, að það var einn lögreglumaður sem slasaðist. Já. Og hann kom fyrir dóm. Hann slasaðist þarna alveg, sko, næstum 2 tímum áður en að piparúða var beitt. Þegar ríkisstjórnin var að koma til fundar og hann lýsti því mjög skilmerkilega í skýrslu sem var tekin á hann fyrir dómi að það hafi verið óhapp og hann staðfesti það að engin mótmælandi átti þannig hlutað máli og ég held að það sé mikilvægt að halda því til haga. Auðvitað það bara miður að hann hafi slasast við að gegna sínum skyldustörfum og bara vonandi fær hann sem skjótastan og bestan bata af því. Hann sagði frá því að hann hefði verið frá vinnu þarna í rúma mánuð og tóknaði illa og ökla og það var fyrir það að ráðherra bíllinn sem hann var að fylgja tók of skarpa beygju og eitt dekkið á bílnum fór á hælinn á þessum lögreglumanni. Bílstjóri í afleysingum, sagði hann líka. Já, og það er bara óhapp og það er auðvitað bara miður og við höfum engan áhuga á því að lögreglumenn sé að slasa sig við skyldustörf en það engin
mótmælandi sem þarna var viðstaddur sem gerði neitt sem að gat leitt til þess. Nei, og hann var mjög skýr einmitt þarna fyrir dómi þar sem hann segir að það var ekkert einhvern veginn, það var ekkert í hegðun eða hegðunar minnstri mótmælanda sem leiddi upp að því að þetta gerðist, þetta var bara óhapp, kom þeim ekkert við. En fjölmiðlar litu það svo litið líta þannig út. Svona fyrstu fréttir af þessum mótmælum voru lögreglumaður slasaður, mótmælandir gasaðir, órói við Skuggasund. Ég held að það sé nú kannski ekki endilega ábyrgð fjölmiðla. Ég held að það sé kannski frekar á ábyrgð þeirra sem að fóru í viðtöl fyrir lögregluna eftir þessi atvik og settu þetta í samhengi. Og gerðu það, bara alveg óhikað. Þennan sama dag og daginn og eftir var það sett í samhengi. En mikilvægt aftur bara að halda því til haga að þetta er 2 tímum fyrr. Ráðherrarnir komast allir á fundin án þess að það þurfi að beita úða eða kylfum eða neinu slíku og svo líða 2 tímar eða klukkutíma og 3 korter eða hvað það er nákvæmlega áður en að atvikin verða þegar að lögregla dregur upp piparúðabrúsana og fer að beita því valdi sem að máli fjallar Og fjallar þetta ekki svolítið líka bara þú veist, hvernig viljum við sem samfélag horfa á einhvern veginn mótmæli og hvort að lögreglan hafið bara það vald að þeir geti ákveðið hvenær mótmælt, hversu lengi mótmælt og þar fram eftir gödunum. Er þetta ekki svolítið, hverjir mega mótmæla einmitt? Er þetta ekki svolítið spurning á það? Já, lögfræðin í þessu er það að það er grundvallaréttindi borgarana í samfélagi eins og okkar sem að kenni sig við lýðræði og mannréttindi að nýta tjáningar og fundarfrelsi sitt til að mótmæla. Því eru settur einhverjar ytri skorður sem það að mótmælum verða að vera friðsamleg í þessum skilningi en það þarf töluvert mikið að koma til svo þau teljist ekki vera það og það bara þannig ég haldi því líka til haga að það skortir mjög verulega á að nokkuð í háttsemi mótmælandana þarna við þetta tilefni hafi einu sinni nálgast þá línu að mótmælin sé ekki friðsum í þessum skilningi eins og Mannréttindadómstóllinn hefur fjallað það atriði. En svo er það þannig að jafnvel þó að mótmæli séu friðsum þá kunna að koma upp aðstæður þar sem að ríkisvaldinu er heimilt að skerða þessi réttindi og það þarf þá að vera í þá einhvers lögmæts tilgangs og það getur verið bara að tryggja allsherjarreglu og almanna frið og eitthvað slíkt en þá þarf líka að ganga eins skamt og kostur er við að tryggja að þeim tilgangi verði náð og þetta er rauninni fjallar lögfræðin í málinu. Ég hélt því til haga og byggja á því og við sem ég sem lögmaður hópsins að tilgangurinn sem var yfirlýstur af hálfu lögreglu og ríkisvaldsins í þessu máli sem að fjallaði greiða leið ráðherrabíla frá fundinum hafi við þessar aðstæður ekki dugað sem lögmætur grundvöllur svo mikillar valdbeitingar. En jafnvel að því frágengnu, jafnvel þó svo við myndum eftirláta ríkinu að það sé lögmætur tilgangur, að þá hafi verið gengið í öllu falli allt og langt miðað við aðstæður við að ná þeim tilgangi og að það sé bersýnilegt að það hefði mátt ná honum með einhverjum öðrum og miklu vægari hætti og eiginlega alveg örugglega þannig að án þess að mannréttindi nokkurs manns hefði þar verið skert. Ég meina þarna má líka bara sjá skýrt og þetta er eins og þú sagðir nú á föstudaginn, þetta er mögulega best skráða og svona, hvað segir maður, bestu heimildir í einkamáli sem að þú hefur tekið að þér og málið er allt upplýst frá mörgum sjónarhornum, ekki bara frá myndefni mótmælanda, heldur frá búkmyndavélum og öryggismyndavélum og eins og Oddur kom til inn á áðan að það sem á sér stað, þarna þegar tómur ráðherrabíll kemur að það verður eitthvað spontant svona skyndigjörningur þar sem eitthvað á milli 5 og 10 einhvers staðar þar á milli einstaklingar setast friðsamlega í jörðina til þess að gera statement. Það er lykilatriði að þetta eru setumótmæli, þau eru friðsum í eðli sínu og þú sér það á því hvernig lögregla dregur mótmælendur á hælum og annað gengur að þeim að enginn er að
standa upp og hjóla í lögregluna, fólk heldur höndum að sér, fólk leggst í jörðina, tilgangurinn eingöngu að tefja ráðherrabílinn. Þrátt fyrir þessar tilraunir þá tekst lögreglumönnunum að færa mótmælendur svo að ráðherrabílinn kemst að. Þetta kannski mínúta sem að tómur ráðherrabíl er stöðvaður þarna. Lögregla ber fyrir sig að það sé ekki nægur mannskapur til að takast á við mótmælendur. Við skulum hafa það á hreinu að þetta rétt rúmlega 50 manns sem eru viðstaddir þarna af mótmælendum. Það skiptist í 2 hópa. Það fyrir ofan, þar sem það eru kannski 25 og neðan, svo eru aðeins fleiri, eitthvað rétt undir 30. Þannig að þetta eru 2 oggulitlir hópar. Það eru í það minnsta 10 lögreglumenn 15. Já, 15 sko, en þeir bera fyrir sig, lögreglan segir, já við þurfum að kalla eftir liðsauka. Þannig að þetta voru 15 lögreglumenn með liðsauka, þetta voru 10 lögreglumenn án liðsauka. Þegar lögreglan ræðist á mótmælendur uppi, þá liðsaukinn að mæta niðri. Því að þegar lögreglan fer niður, þetta gerist allt bara á örfáum mínútum, því að þegar lögreglan færir sig síðan á neðra svæðið, þá liðsaukinn mættur á staðinn. Þannig að við erum að tala 15 lögreglumenn sem eiga ekki að geta ráðið við þá 25, sitt hvoru megin. Þar sem að langflestir mótmælendur voru ekki þáttakendur í neinum setumótmælum, langflestir mótmælendur héldu sig til hliðar og tóku ekki þátt í slíkum mótmæla aðgerðum. Það voru bara 5-10 mann sem settust niður. Einmitt. Þannig að það er bara... Fyrir ekki. Já, ég bara, sorry, ég ætla ekki að grípa. En nú myndi lögregla halda því fram að þetta væri nú mildasta valdbeitingartækið sem að þeir hafa svona, undir höndum. Þeir myndi segja, þetta er nú bara piparúði. Ég hef ekki pröfað í lögskólanum og þetta er ekki einu sinni það vont, segja þeir. Já, þeir stjórna því ekki, sko. Það eru í fyrsta lagi reglur að gilda valdbeitingu lögreglunar sem eru settar á grundvelli lögreglulaga. Það sem að valdbeitingunni er stigskipt. Þetta er sett í svona stiga og þar er notkun piparúða á næst hæsta stiginu með notkun kylfa og rafvarnarvopna eins og það er kallað, svona rafbyssa. Og eina sem að er á hærra þrepi er að nota beinlínis skotvopn. Og þessi valdbeitingarstigi er settur fram í þeim tilgangi að það þurfi í hvers konar valdbeitingu að vera ljóst að valdbeiting sem er á neðra þrepi dugi ekki til að ná því markmiði sem það er stefnt og sem að þarf þá þetta líka aftur að vera lögmætt. Þannig að lögregla getur ekki bara beitt piparúða af því bara og svo er það líka þannig að það hefur verið farið yfir það til dæmis aftur í þessari dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins sem við vorum að fara yfir og kýta þarna í þessu málflutningi á föstudaginn að piparúði getur bara valdið fólki töluvert miklu tjóni og það að beita honum er ekki léttvægt og það sem að mér fannst kannski einna alvarlegast líka við þessi atvik er að þeir báru það fyrir sig að þeir hafi þarna verið með stóru brúsana sem að er með piparúða sem að er þynnra blandaður en sá sem þeir bera alla jafna í sínu lögreglubelti sem er í minni brúsum og þessi stóru brúsar séu ætlaði sérstaklega í svona crowd control, í svona mannfjöldastjórnun. Það sem maður sér síðan á myndefninu er að þeir beita úðanum með því að sprauta af mjög stuttu færi, nokkura sentimetra færi, 5-10 sentimetra færi, beint í andlit og augu tiltekinna mótmælenda. Og þau voru 2 sem að urðu svona bara svo allar sanngirni sem gætt verst úti í þessum atvikum. Kusai og Krista. Einn lögreglumaðurinn tæmdi úr næstum 2 brúsum í andlitið á Kusai sem stóð og sveiflaði fána. Já, hann segir það einmitt lögreglumaðurinn í búkmyndavélinu og hann svona gortar sig af því að hafa klárað úr 2 brúsum. Já, og svo þegar að sömu lögreglumenn eru komnir þarna niður fyrir að þá er sprautað ekki sjaldnar en 3 sinnum töluvert miklu magni af mjög stuttu færi beint í andlitið á Kristu. Það eru nokkri sentimetrar sem ræðið það. Já, við erum að tala um bara, þú veist, eitthvað svona, einhver spönn sem að brúsin er frá andliti þeirra þegar það er verið að sprauta. Og það blasir líka við
að myndefninu að þegar að þeir eru að sprauta þarna í annað og þriðja skiptið í andlitið á Kristus sérstaklega, að þá er engin kringumanna nema lögreglumenn. Akkurat. Og þeir eru kannski 6 eða 7 lögreglumenn þarna í kringumanna og henni dauðbregður auðvitað við þessa valdbeitingu og ítir á móti og stendur upp og er í örvæntingu og örvinglan. Það er að komast. Þú sérði ekki neitt. Nei, og sér ekki neitt, blinduð af meysi. Mikilvægt að koma því að hún er með hendur í vösum. Já, fyrir utan það. Þetta er að eiga sér stað. En að halda því fram að vægari valdbeiting hafi ekki dugað til að koma henni úr akstursleið ráðherrabílsins við þessar aðstæður er augljós þvæla. Og það verður bara að segja það eins og það er. Og það verður bara að prófa það og dómstólar þessa lands verða að axla ábyrgð á því að það er þeirra hlutverk að hafa eftirlit með því að handhafar valdsins, framkvæmda valdsins, lögreglan, fari að þeim lögum sem að henni ber að fara eftir. Og það tel ég alveg augljóst að það hef ekki verið gert í þessu tilviki. Líka mikilvægt að draga það út í ljósið að 12. júní eftir þannan atburð þá beitir Arnar, sami yfirvarðstjóri, er það ekki titillinn hans? Hann beitir piparúða fyrir utan Alþingi, það er líka til á myndefni, ekki partur á okkar máli, en nákvæmlega eins atriði, þar sem það er stelpa, ætla hún sé kannski 1,60 á hæð, ef ég á að giska, og getur hún ekki verið mikið yfir 50 kíló á þyngd, og hún standur andspænis held í 4 lögreglumönnum, og vinur hennar hleypur að henni og ætlar að draga hana tilbaka þar sem lögreglan er að reyna að rýmka fyrir för annars ráðherrabíls, og Arnar úðar þau bæði margsinnis, það er engin ógn, þvert á móti þá er þarna vinur hennar að reyna að draga hana úr aðstæðum og hún stendur sem mótmælandi og vill standa að sína plikt sem mótmælandi. Hún er ekki að ógna einum eða neinum og er, eins og ég segi, 50 kíló. Arnar ræðist á hann. Við skulum líka fara við það þegar mótmælin voru þarna við Lækjartorg hjá stjórnarráðinu, að þar er 13 ára strákur sem hafði verið með vatnsleysanlega málingu á svæðinu. Strákur sem á svo sannarlega erindi í þessi mótmæli að vissulega getur fólk farið yfir einhver mörk og þá eiga svo sem að vera afleiðingar fyrir einhverjum hlutum, myndi ég halda. Þetta er barn. Já, þetta er barn sem var með vatnsleysanlega málingu á mótmælum og það sem Arnar, sami maður, gerir er að hann tekur augljóst, þetta er allt á myndbandi, það sést að drengurinn er tekinn og hann getur stýrt honum með annarri hendi, ójátnuðum, þetta er óyfirbuguðum og getur bara dreigið drenginn til. Hann fleygir honum í jörðina, sparkar honum niður með hnénu, setur allan þunga aftan á og á báðar hendurnar hans til þess að taka sér góðan tíma í að sækja handjátnin, játna drenginn, síðan dregur hann drenginn af svæðinu með þannig hætti að hann lyftir hendinni það hátt upp að þú veist það ég veit ekki hvort hann hafi fengið sjúkrahóttur þessi strákur eða ekki, en það augljóslega hafa verið meiðsli við svona meðferð því að ég gæti ekki leikið þetta angól á hendinni og svona þeirra með barnið út af mótmælunum. Þú veist, sjáu þið fyrir ykkur lögregluna að koma svona fram við mótmælendur hjá kennarasambandinu eða í mótmælum kennara eða, þú veist, þetta er bara ítrekað ofbeldi af hálfu lögreglu í garð mótmælanda eins og við komum dálítið inn á áðan og það virðist vera ákveðin hópur sem að lögreglunni bara mislíkar og hún leyfir sér þar að leiðandi að beita ofbeldi án þess að það sé nauðsyn til. Og ef að þetta á að fá að ganga afleiðingalaust þá hlýtur nú að vera einhver alvarleg gjá sem við megum búast við að myndist á milli alþýðunar og lögreglunar. Þú veist, þetta gengur ekki og það að sami maður sem er í yfirmannastöðu fái ítrekað fyrir fram að myndavélar að brjóta svona af sér og að lögreglan bregðist til þessu með að fara bara full force í einhvers konar PR-herferðir eins og við rættum líka aðeins áðan sem er bara eitthvað sem ég vona að einhverjir í háskólanum fari bara stúderi því að það er líka mjög vel skráðsett að lögreglan og vísir reyndu til dæmis að mála það upp eins og að mótmælendur þarna í Skuggasundi svo þeir hefðu komið að bílaíkveikju hjá lögreglumanni síðan fór ég og ásamt fleirum og fórum að rannsaka þessa staðhæfingu hvað var verið að tala um þá var þetta íkveikja frá 2022 sem er tengt við skipulagða glæpastarfsemi algjörlega út fyrir nokkurn menningaheim mótmælanda og á ekkert erindi eða enga tengingu við nokkurn mann eða aðstæður þar. Þetta var nokkið fyrsta skipti sem að lögregla svona spyrnir saman þessum hópum No Borders og félagið Ísland-Palestína, fólk sem að ég berst fyrir réttindum innflytjenda og flótta fólks og skipulagðra glæpastarfsemi. Það var nú bara Pétur Benediktsson sem að hafi bara hann svona reið og vaðið þannig í tjaldmótmælunum fyrir framan Alþingishúsið. Ja, það hefur náttúrulega líka bara verið vinsælt á ákveðnum fjölmiðlum að reyna að búa til hugrenningatengsl á milli fólks sem að hinga kemur sérstaklega frá Miðausturlöndum og þá
og þá eru þau sem að styðja þeirra málstað samsömmuð líka við skipulega glæpastarfsemi eða jafnvel hryðjuverkastarfsemi algjörlega ósekju. Tengi. Og þetta er hluta því sem við ræddum áðan svona þennan stofnanavædda rasisma sem að fólki í valdastöðum og í ákveðnum fjölmiðlum tekur virkan þátt í að viðhalda og styrkja og færir línuna. Rauði þráðurinn í gegnum öll þessi dæmi sem við erum að nefna hérna náttúrulega aftur bara, eins og ég sagði í byrjun, þessi ákveðna afmennskun sem á sér stað þegar að svona orður er látin falla. Þú nefnir Bjarna Ben með tjaldmótmælin, þar líkir hann mótmælendur sem hryðjuverkamönnum og orðuræðan, þú veist, þetta tegir sér svo bara áfram, þú veist, inn í greinilega lögregluna einhverju leyti, af því að þeir afmennska það fólk sem er að berjast fyrir málstæði Palestínu og mér finnst það stórhættulegt að ég tengi það líka við að ég tengi það líka við ég sjálfur er að starfa með mjög viðkvæmum hópum í okkar samfélagi og það er fólk með geð og fíknivanda meðal annars og ég tek eftir í mjög skýrt hjá þeim hópi almennt og hef séð vísaði rannsóknir tengt því að þessir hópar þeir treysta ekki lögreglunni og það er að vissu leyti vegna viðmóts lögreglunar þegar að mætt er á staði og ég get bara sagt það fyrir viss og ég í rauninni bara orðið vitni að þannig aðstæðum að það skiptir varla máli hvort að líf fólks sé að veði það vill ekki hringja í lögreglu og það er líka hægt að teygja þetta lengra það vill ekki fara á spítala af því að viðmótið er oft á tíðum svo ljótt og ljótt orðlátin falla í garð viðkomustu hópan í þessu samfélagi og mér finnst þetta bara svona kjarna svolítið þessi orð sem er látin falla í þessum upptökum að þú veist, þetta hefur viðgengist lengi það vita það flestir sem að vilja vita það og þetta er bara stórhættulegt þú veist, það skiptir í rauninni ekki máli hversu snar klikkað ég er og hversu mikið það þurfa að kenna með leksíu ég á ekki skilið að vera beittur ofbeldi ekki frekar en neinn annar sem ég þekki skiljiði. Það er kannski ekki lögreglunar að kenna fólki leksíu. Fyrir utan það. Þegar ég heyri þetta, Arnar varstjóri, hann er ekki faðir minn hann þarf ekki að kenna mig neitt. Ertu viss? Nei, en ég vil bara fá bæta við það, því að ég held að þetta sé alveg hárrétt sem Daniel er að segja afmennskun sérstaklega þessa hóp sem hefur barist fyrir málstað Palestínu og af því ég held að það sé líka leið sama afmennskun og gerir það að verkum að vestuveldin við sem að búum hér við mestu forréttindin og mesta öryggið snúum blinda auganu að því að það sé verið að fremja þjóðamorð og að þar séu tugir eða 100.000 sem er verið að myrða með skipulegum hætti og að það sé verið að gjöreyða híbýlum fólks og leggja öll lífsskilyrði þeirra í fullkomna rúst og við sem að hreykjum okkur að því á tildögum að vera síða fólk gerum ekki neitt. Þetta er sama afmennskunin og hún yfirfærist síðan á þann sem að þorir að standa upp fyrir þetta sama fólk og segja að keisarinn sé ekki innum fötum og það er bara og ég ætla nú ekki að vera með einhvern brjálæðislegan heimsósóma hérna en þó smá ég kemst ekki hjá því að það er bara djöfull alvarleg staða sem að við finnum okkur í hérna fólk sem á að búa við þessi miklu forréttindi þetta miklu öryggi, þessi miklu menntun og eigum að hafa líka reynsluna af sögunni og því hvernig hræðilegustu atburðir mannkynnssögunar hafa fengið að verða að við einhvern veginn látum það viðgangast að þetta fái að gerast
og við bara einhvern veginn snúum að því blinda auganu og við notum ekki röddin okkar til þess að berjast fyrir friði og öryggi þessa fólks sem að þráir ekkert nema frið og öryggi og án þess þá síðan að eiga það einhvern veginn yfir höfð okkar að vera þá samsömuð í afmennskuninni og beitt valdi og ofbeldi langt umfram tilefni. Það er bara mjög alvarleg staða. Ég meina það er nú svona tiltölulega þekkt hugmynd kölluð á góðri ensku Imperial Boomerang sem er í rauninni svo hugmynd það sem þú ert með útþensluríki eða fasísk ríki eða bara með svo mikið ógnarvald eins og til dæmis að þú horfir til Palestínu þar sem að þú ert með Bandaríkin, þú ert líka með Þýskaland sem dæmi sem er næststærsta þjóðríkið sem að fjármagnar og selur vopn til Ísraela og gefur vopn til Ísraela að ofbeldið sem er beitt á minnihlutahópinn sem eru þá Palestínubúar í þessu tilfelli að það hefur það eðli að rata aftur inn í samfélagið sem að framleiðir tólin og verkfærin og gerir það þá í gegnum lögreglustofnanir og fleira og við sjáum þetta beint bæði í Bandaríkjunum. Ég meina þið getið hort á hvernig þjóðamorðið og í rauninni bara afmennskun sérstaklega Araba hefur gengið bara frá aldamótunum og framganga Bandaríkjana sem gerandaríki á erlendri grundu hefur verið að sækja sér veðrið. Þetta kemur allt beint tilbaka í þessari fasísku mynd sem við sjáum í Bandaríkjunum. Við sjáum aukningu í lögregluofbeldi gegn almenningi í Þýskalandi. Þetta helst rosalega í hönd við þessa útþenslu og maður hlýtur að spyrja sig að ef íslensk stjórnvöld ætla að halda fram að normalisera þetta ofbeldi, ekki sína sterka afstöðu gegn slíkum bara brotum gegn mannkyninu að þá er ekki við öðru að búast heldur en að við förum að sjá slíka aukningu í ofbeldi og valdbeitingu lögreglu á Íslandi og ég myndi bara halda því fram að við höfum verið að sjá það, við höfum séð lögregluna verið að sækja í sig veðrið, hún á auðveldra með að ráðast á ákveðna hópa samfélagsins ef að þessir hópar tjekka í sömu merki og þolendur hins ytra að þetta er stór hættuleg þróun og hún er vel skráðsett og það verður að grípa í taumana þarna. Og setjum það líka bara í samhengi við það þessi orðræða á þetta kringum allan þennan atburð sem við lendum í síðan það hefur gerst hefur lögregla fengið enn eitt valdbeitingartólið í hendurnar, rafbyssurnar þannig að bara það að það sé komið auka tæki þarna það gerir í rauninni þessa stöðu þessar valdbeitingu sem við vorum beitt einhvern veginn bara í annað samhengi finnst mér og ennþá skýrar að það þurfi að fara í saumana á því hvernig svona er framkvæmt og aftur gera meiri kröfur til þessara stéttar. Það er bara svolítið þannig að því að mér hefur bara líka verið að hugsa bara með við setjum minna að það er ekkert grín að verða fyrir ofbeldi af hendi ríkisins. Það er allt umliggjandi, þetta kerfi sem við búum við og það er, það hefur spólast oft svo setning upp í hausnum á mér. Ég hef eiginlega frekar verið til í að það hefur verið ráðist að mér bara einhverjum random, ég veit ekki hvernig ég orða það, bara einstaklingi út á götu. Það hefur bara einhvern veginn verið þægilegra að því að það sem fylgir svo eftir er öll þessi orðræða, ráðherrar koma fram og styðja við þessi verk og svo framvegis. Þetta er náttúrulega bara gaslýsingar sem að maður er að upplifa kannski. Já, kipur svolítið svona veröldinni undan manni. Algjörlega. Svona því sem að maður á að treysta á. Algjörlega og ég get bara sagt eins og fyrir sjálf á mig og mér heyrist á fleirum í okkar hópi að það hafi líka komið spurningar, bara hvort að fólk væri nú sannlega búið að missa vitið og hvort það væri nú ekki bara fínt að fara að hætta að standa í þessu að standa gegn þjóðamorði, En svo langar mér líka að bæta við þetta að það sem að hefur verið að gerast á undanförnum árum og áratugum er það að lögreglumönnum hefur fækkað miðað við höfðatölu og miðað við þau verkefni sem að þeir þurfa að sinna og ég tala ekki ef við tökum með í reikningin gríðarlega fjölgun ferðamanna og fjölgun verkefna lögreglumanna sem að þeim fylgja og ég held að það megi alveg halda því fram að ríkisvaldið hafi einhverju leyti brugðist lögreglumönnunum
með því að hafa ekki elt þá menntun lögreglumanna og reynt að fjölga í stétt þeirra til þess að þeir geti þá bara sinnt sínum verkefnum sem eru mikilvæg og það er þeirra hlutverk að halda upp í lögum og reglu í samfélaginu með betri hætti. Og svarið hafi einhvern veginn verið að í stað þess að gera þetta og efla löggæslu í landinu með því að fjölga lögreglumönnum og mennta þá betur og hjálpa þeim að sinna sínu skyldustörfum með betri hætti í þágu allra, að þá er svarið alltaf að rétta þeim ný og ný vopn. Að svarið við því að verkefnunum fjölgi, að þeir séu að kljást við erfiðari aðstæður, sé að þeir þurfa að fá rafbyssur. En að svarið sé ekki, eigum ekki reyna kannski að sjá til þess að þeir séu þá ekki 10 heldur 15? Eða ekki 15 heldur 20? Nei, réttu þeim rafbyssur. Þetta er náttúrulega og þarna held ég að sko, samfélagið allt þurfi að horfa aðeins í spegil og hugsa býtu hvernig löggæslu viljum við. Af því ég held að við getum öll verið sammála það að það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að lögregla sé í stakk búin að sinna því sem henni er ætlað að sinna, að halda uppi reglu og lögum og rannsaka glæpi og sjá til þess að við lifum hérna öll í friðsamlegu samfélagi. En ég er alveg sannfærður það að þeim markmiðum er miklu betur náð með því að fjölga lögreglumönnum og mennta þá betur frekar en að rétta þeim fleiri vopn. En þar þarf náttúrulega að líta aðeins í saumana á því hvernig lögreglan fær rafbyssur og hvaðan það kemur. Ég meina, þú veist, ég skal haldið til haga ávallt þegar við ræðum þessar rafbyssur lögreglu að það er farið fram hjá Alþingi, hann hérna, hvað heitir hann fyrir? Jón Gunnarsson. Já, Jón Gunnarsson, sem að Johnny the Gun. Johnny the Gun, the stun gun. Nei, en hann raunverulega ítir því bara fram hjá Alþingi og ritar í lögreglulög eða vopnalög eða þú getur kannski með reglugerðarbreytingu. Já, akkurat. Sem að fer bara beint í prent og það er bara einn maður sem tekur ákvörðun það að nú megi lögreglan bera rafbyssur. Það er maður sem að tilheyrir sama flokki og umræddu Bjarni Ben sem að kallaði mótmælendur hryðjuverkamenn sem að hefur verið að kynda undir og það er nú, var mér sagt, ég hef ekki heyrt þetta podcast en það var sagt mér að í einhverju svona Insiders sjálfstæðis podcasti fyrir 2-3 árum síðan þá hefur Bjarni Ben vist bara orð á því að næstu kosningar þær verða keyrðar áfram á landamærunum og á hælisleitendum og þetta er bara pólitískt spil, þetta er, þú veist, já, stjórnmál eru rosalega löskuð og ég held að proof is in the pudding. Já, en ég held að þó að við myndum fjölga lögreglumönnum á meðan við erum með svona gífurlega kerfisbundna ofðering eða hlutgerfingu einstaklinga í samfélaginu og jaðarhópa. Ég hef nú bara sjálfur frá úr barnæsku minni umgengist mikið af fólki sem er bara talsvert jaðarsett, bæði fátækt, foreldra fíkla og annað og aðkoma lögreglu að svona erfiðum aðstæðum þar hefur ekki verið góð og ég hef aldrei, síðan ég var barn, fengið þá tilfinningu að lögreglan sé með fólkinu sem að þarf hjálp í liði og það fólk er oftar en ekki jaðarsett eins og Danni kemur inn á áðan og ég er vissulega sammála því að ef maður subscribar þá hugmynda að við viljum öll hafa löggæslu sem að einhverju leyti með þennan valdbeitingarétt sem að bara heilt samtal út af fyrir sig að það gerir kannski eitthvað fyrir eitthvað skilurðu, en ekki fyrir þann hóp sem að verða fyrir lögregluofbeldi. Ég held að það sé aðeins Sikkur umræðan. Já, sikkur umræðan. En kannski bara svona rétt að lokum, hvenær er von á dómi, dómsúrskurði? Að lögum þá á að dæma í svona máli innan 4 vikna frá málflutningi. Ok, þannig að það er bara styttist. Já, og það var bara það sem að dómarinn lauk þinghaldinu á þarna á föstudaginn að við mættum bara gera ráð fyrir því og það yrði bara boðað til dómsuppkvæðningar þegar að hann er tilbúinn að kveða upp dóm í málinu. Þannig að það verður þá væntanlega einhver tímann svona upp á miðjum mars en svo er það auðvitað viðbúið að málið geti haldið áfram og farið til æðri dóms.
og ég þakka ykkur á þeim orðum, bara kærlega fyrir að koma og spjalla. Þetta auðvitað mikið hittamál, við hefum getað að sitja hér í allan dag langt frá kvöld. Bara aftur næst. Bara aftur næst, ég hnippi í ykkur miðjan mars þegar dómur verður uppkvaðinn. Oddur Ástráðs, Pétur Eggerts og Daníel Þór, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og vera með okkur við rauðborðið og ég bið ykkur áhorfundur og hlustendur að tóka við því að það meira hér handa við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is